Vindum okkur aftur í skýrsluna. 8. bindi viðauki sem fjallar fjölmiðla á Íslandi og umfjöllun þeirra banka og fjölmálafyrirtæki á síðustu árunum fyrir hrun. Þetta reynda dálítið merkilegt að maður heyri þá oft að fjölmiðlarnir geti nú trúttumtalað, að þeir hafi sjálfir spilað með og magnað upp þetta íslenska efnahagsundur og síðan gerist þeir óskaplega gagnrýnir eftir hrun og og kannist ekki við að hafa verið sjálfir nánast gerendur í þessu öllu og það margt til í þeirri gagnrýni, vissulega, en þau eru hjá mér Valgerður Jóhannsdóttir sem er einn af höfundum þessara skýrslu og Birgir Guðmundsson á Akureyri. Valgerður, ég spyr nú bara svona að allir opinnar spurningar, klikkuðu fjölmiðlarnir? Já og nei. Mér finnst þú reyndar rétt að það komi strax fram að ég einn af höfundum þessara skýrslu, ég líka vaktstjóri og varafréttastjóri á Fréttastofu Sjónvarps fram á vordaga 2008. Þannig að þetta er tímabil þar sem að ég hef tækifæri til þess að hafa áhrif á það hvað fjölmiðlar fjalla og hvernig þeir gera það. Mér finnst gagnlegt að nota þessa skilgreiningu sem að siðfræðihópurinn gerir í þessari skýrslu þegar hann að velta fyrir sér hvernig hann var að meta ábyrgð. Og að ábyrgð getur maður metið út frá spurningunni stóðu menn undir þeim svona væntingum sem réttmætt var að gera til þeirra í ljósi þess hlutverk sem þeir höfðu. Nú fjölmiðlar hafa í flestra huga það hlutverk að upplýsa almenning og veita aðhald og í ljósi þess að fjölmiðlar sögðu almenningi ekki frá öllu því sem að við vitum núna að var í meira lagi vafasamt og misjamt innan bankana og í stjórnkerfinu. Vöruðu fólk ekki við því að hrun væri yfirvofandi. Hlýtur þá ekki svarið við spurningunni að vera, þeir brugðust. En hins vegar eru skýringarnar margar eins og á hlut annarra og það má að sumleyti segja að fjölmiðlum hafi verið ykkur vorkunn. Fjölmiðlar á Íslandi hafa alla jafna verið frekar óburðugir. Þeir eru mannfáir. Það er lítil sérhæfing. Þeir hafa litla burði til þess að rannsaka sjálfir það sem er að gerast. Þegar það svo bætist við að það er svona einhver þöggun í gangi í samfélaginu, mjög erfitt að fá upplýsingar, það kemur margoft fram í skýrslunni og reyndar alveg ljóst að innan viðskiptalífsins þá höfðu menn bara einfaldlega hagsmuni af því að þegja. Það er alveg ljóst að það voru margir víða í fjármálafyrirtækjunum sem vissu að það sem var að gerast þar var ekki í lagi. Þeir hins vegar láguðu ekki. Það kemur líka fram í skýrslunni að fjölmiðlamenn voru kannski vanari að svona fást við pólitíkusa. Tortrygnari gagnvart þeim og svona fleiri bjöllur að hringja. Höfðu kannski líka betri tengsl þar heldur en inn í viðskiptalífið. Og þá er staðan svo að í viðskiptalífinu sem ég minnir að ritstjóri fyrirverandi ritstjóri Morgunblaðsins og núverandi Fréttablaðsins Ólafur Þ. Stephensen hafi orðað þannig að þetta var svo samansúrrað kerfi innan viðskiptalífsins. Það höfðu bara allir hag af því að þegja og hafa svona einhverja fallega mynd út af við. Nú innan pólitíkurinnar, þar sem að blaða og fréttamenn kunna til verka, hafa tengsl, þar vissu menn bara ekkert hvað var að gerast. Men þar gat enginn lekinn inn af því að þeir vissu það ekki að þetta var að gerast. Það nú kannski að setja þetta líka, við getum kannski ekki alveg sett alla fjölmiðla undir einn hátt. Það hugsanlega fjölmiðlarnir sem voru að horfa í vitlaus átt, eins og þú nefnir, og ég ekkert frá því til dæmis að þessi stofnun hafi gert svolítið sek það. Og þekking hér inni var ekkert mikil á viðskiptalífinu. Og engin sérhæfing, nei. Og engin sérhæfing. Svo voru fjölmiðlar sem voru sífellt að fjalla viðskipti. Og það voru eiginlega öll dagblöðin, plús viðskiptablaðin, voru alltaf með sín viðskiptablöð og sína viðskiptablaðamenn. Og þeir hefðu kannski átt að hafa sambönd
Já, það er nú reyndar eitt af því sem kemur sko fram í þessari svona greiningu sem við vorum að reyna að gera. Annars vegar þá er verið að skoða voru þessar fréttir jákvæðar eða neikvæðar eða hlutlausar og þar notuðu við svona greiningu sem að Creditinfo eða fjölmiðlavaktin vann fyrir fyrirtækin sjálf á þeim tíma sem þessar fréttir birtust. Og þá er einfaldlega verið að skoða er líklegt að þessi eða hinn fréttin hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins. Nú, niðurstaðan er svo að 79-80% þessara frétta gera hvorugt. Eru metnar þannig að þær hafi engin áhrif á ímynd fyrirtækisins. Þegar þú skoðar svo 20%, að þá er sko mikill meiri hluti fréttana taldar jákvæðar. Það er held ég man rétt sko 6-7 jákvæðar fréttir á móti hverju einni neikvæðri. Og síðan er sko líka skoðuðu við svona vinnubröðin á miðlunum sko og vorum að leita eftir fréttum þar sem er gengið lengra heldur en að segja einfaldlega frá því sem gerðist. Var verið að skoða, setja hlutin í samhengi, rekja bakgrunn og þar fram til göttunum. Og þær fréttir eru bara ekkert mjög margar. Og það eru svo sem kannski þeim sem að þekkja til á íslenskum fjölmiðlum, það kemur mann ekkert óskaplega mikið óvart. En annað er náttúrulega það að sko hér hefur risið upp og við þekkjum bæði tvo marga kollega okkar sem hafa farið í svona kynningarmennsku og einhvern tíma sagði ykkur að það verið komin 2 kynningamenn fyrir hvern virka blaðamann eða eitthvað svoleiðis og þrýstingurinn var mjög mikill og ég veit það til dæmis að undir eins og fór að birtast eitthvað neikvætt bankana fjármálafyrirtækin þá varð allt brjálað þá fórum við að hringja og jafnvel hafa í hótunum og rífast skapast og heldur þetta hafa haft áhrif? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega svolítið freistandi að draga það ályktun að það hafi haft einhver áhrif. En það er líka sko að því að það er verið að spyrja sérstaklega sko viðskiptablaðamennskuna af því að þar er þó sérhæfing. Af hverju skilar það sér ekki í meira aðhaldi heldur en raun ber vitni? Og ég held að sko að hluta til er náttúrulega skýringin svo að þar er líka sko tiltölulega fáir að fylla margar síður en svo kemur líka bara fram í þessari skýrslu í því sem ritstjórar og fréttastjórar miðlanna segja að það hafi einfaldlega verið sko talsvert náin og of náin tengsl viðskipta blaða hlutana við umfjöllunarefni sitt. Við erum með eitt dæmi beinlega sem mikið viðskiptablaðamenn sem er með risastór kúlulán í einu bankanum. Já. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Og það er sko því miður þá gátu við ekki skoða viðskipta hlutablaðana eða miðlana sérstaklega. En það er allavega sko ekki hægt að sjá að sko þessi sérhæfing hún hafi skilað neinu sko. Það stíkir þessi frekar í einhverju svona kósí sambandi þar sem mennur eru vel að fara í ferðir með öðmönnunum og slíku. Já, og svo eru náttúrulega sko blaðamenn ekkert síður heldur en samfélagið allt litað að þessu að þetta eru bara snillingar og allt það sko. Birgir, erum við með Guðmundsson? Já, Sæll, þið hafi verið í svona einhverjum farandsirkus, þarna fólk frá háskólan með Akureyri, Bifröst háskólan Reykjavík, þú voru með ráðstefnu í gær í Reykjavík og svo núna á Akureyri. Er það ekki það sem þið eruð að gera upp ýmsa hluti í skýrslunnar? Jú, það er alveg rétt, þetta er búið að, ég vil kannski ekki kalla þetta sirkus. Nei, þetta er alveg til fyrirmyndar, Birgir, já, þetta sé mjög skemmtilegt. Og ég veit að Valgerður er að fara að tala hjá Háskóla Íslands á málþingi skýrsluna líka, og þetta er alveg til fyrirmyndar að akademían skuli bregðast svona við. Þannig að segja nú að akademían hafi líka sofið eins og fjölmiðlarnir. Já, ég held að það sé nú kannski tilefni fyrir þessu, að menn eru að reyna aðeins að bregðast við líka og svara kallinu það að háskólasamfélagið hafi ekki verið að sinna því sem það átt að gera sko. Já. Segðu mér Birgir, hvert er þitt viðhorf til þess að menn eru náttúrulega eins og ég segi, það er eðlilegt að menn velti fyrir sér hvað fjölmiðlarnir, hvað það hefur brugðist af fjölmiðlunum og hvað við getum lært af því. Mér finnst sko með þessa skýrslu í rauninni í skýrsluna í heild sinni að þá er hún merkileg aðalega fyrir það og mér finnst hún svona setja nýjan botn undir alla umræðina það sem að bara gerast. Að menn eru hættir að svona sko karpa það hvort eitthvað gerðist, hvort það var svona eða hinsinn. Núna vitum við hvernig það var.
Og ég ætla nú bara að leyfa mér að taka talsvert sterkar til orða heldur Valgerður og bara byggja það á skýrslunni. Ég held að fjölmiðlarnir hafi brugðist og það auðvitað einhverjar málsbætur hægt að finna þar og einhverjar útskýringar. Og þær geta verið á ýmsu tagi og þær eru náttúrulega þessar sem að sko tíundaðar eru mjög greinilega í skýrslunni. Það sem sé eigendavaldið, kemur þarna inn með beinum eða óbeinum hættu og þeir nefna að þeir hafi beinlínis dæmi þá miklu fleiri dæmi segja í skýrslunni heldur en þeir sko tala þar beint og þetta eigendavald birtist bæði með beinu boðvaldi og svo með umbunum og einhverju slíku og þar á meðal þessu kósí sambandi sem við vorum að tala milli viðskiptablaðamanna og viðskiptajöfrana. En það líka að sem sé fjölmiðlakerfið þá í rauninni mjög viðkvæmt fyrir þessari sko framleiðslu og því að fjölmiðlafyrirtækin eru rekin sem fyrirtæki með það að markmiðið að græða peninga eða skila hagnaði eða minnst kosti að skila ekki miklu tapi og það þýðir að framleiðsluferlið eða vinnsla ritstjórnarefnisins tekur þetta verður svona hálfgerð vöruframleiðsla þar sem að þú þarft að framleiða sem mest með þessum mistum tilkostnaði og það kemur auðvitað niður á gæðunum og allt þetta spilar inn í þetta andvaraleysi og þessa niðurstöðu sem kemur hér fram í skýrslunni þar sem segir sko beinlínis að fjölmiðlarnir hafi rammað inn umræðan fjármálalíf og forsendum fyrirtæki og fjárfesta fremur en almennings. Og það finnst mér vera stóri áfellisdómurinn yfir fjölmiðlum í skýrslunni vegna þess að þetta aðal hlutverk fjölmiðlana, þetta stóra hlutverk fjölmiðlana að sinna þessu upplýsinga og aðhaldshlutverki í samlega þetta réttlætir þeirra sérstu og þeirra tilveru að verulegu leyti. Og þetta á að vera grundvöllurinn í siðareglunum og þetta markmið þessu blaðamanna sem fagstéttar í rauninni. En það sko, ég held hins vegar að það sé ekki, sé svolítið einföldunum, við gætum lent í sko vandræðum ef við ætlum að fara sem sé að benda á einstaka viðskiptablaðamenn sem var að sko þiggja mútur eða sem að naut sko einhverja greiða eða fór í ferðalög eða eitthvað slíkt því að þetta ekki, ég held þetta sé kerfislægara heldur en það. Já. Og þá velti maður fyrir sér sko, ég held reyndar sko að blaðamenn almennt hafi verið heiðarlegir í því að þeir töldu sig svona upp til hópa vera að sinna almannahag, að þeir töldu sig vera að segja það sem skiptir máli og ég held að þetta snúist þá á endanum kannski ákveðna hugmyndafræði það hvernig þú nálgast almannahaginn. Og þá getum við haft svona tvær leiðir til þess að nálgast það annars vegar sko það sem við getum kennt við frjálslyndi eða frjálshyggju, þar að segja aðalatriðið að segja frá hlutunum, sem sé að þú segir alltaf frá, sannleikurinn auðvitað brotakendur, þú segir frá sannleikanum og svo það svona eitthvað markaðstorg sannleiksbrota sem að myndar sannleikan og samfélagið síðan fær þá mynd og getur notað hann í sínu lýðræðislega samhengi sko. Svo hins vegar þessi nálgun þar sem þú ert með einhver æðri gildi, einhver tilgang, einhverja festu. Þú ert með augað á einhver lýðræðislegu hlutverki og sannleiksbrot, þú þarft að forgangsraða, getum við sagt, sannleiksbrotunum sko. Og þá ertu með einhverja svona kannski siðferðilega, einhver gildi, kjölfestu sem þú byggir á. Ég held að íslenskir fjölmiðlar, eins og reyndar mjög víða, hafi lagt kannski full mikla áherslu á fyrrileiðina, á þessa frjálslyndu, gömlu, liberal leið við að segja frá, þar að segja að þú átt bara að segja frá og það nóg, þá ert að gera skyldu þína. Og það sem síðan kannski gerist að þegar að samfélagið í rauninni, eins og Valgerður var aðeins að lýsa og kemur mjög oft fram í skýrslunni, nánast leggst á hliðina. Í undirbúningnum til dæmis þessari ráðstefnu þá voru menn að rifja upp leikrit UNESCO nasetningana, hvernig allir breyttust í nasetninga og gengu flautandu eða hlupu flautandu stræt og torg. Að múgsefjunin, múghegðunin, hjarðhegðunin var slík að samfélagi lagðist alltaf hliðina og þegar að grundvöllur fagmennskunar og þess sem að þú ætlar að uppfylla það að þú ætlar að vera blaðamaður að segja frá, þá ert að segja frá þessum veruleika. En þú ert leið að búa hann til, þú ert að vagna hann upp. Það náttúrulega alveg rétt Birgir að það mikið af veruleikanum sem hulinn og skynjun okkar í brotum og það stendur í, held ég, siðareglum blaðamanna og ekki bara á Íslandi að blaðamenn eigi að vinna eftir samvisku, sinni bestu samvisku. Já, og það held ég að menn skuli ekki vanmeta það. Nei, ég held að menn hafi verið að því, ég er ekki endilega að segja það, en ég bara segi að það kannski, þú samviska það, þú ert að telur því vera að gera rétt
bara með því að lýsa og þá sem sé sko, ef þú tekur því í hinn áttina, ef þú ert ekki að lýsa þessu, þá ertu einhvern veginn að dæma eða þú ert að predika sko. Og þá komum við aðeins að þessu líka sem við vorum með flokks tenginguna sem þið voru að nefna áðan, að menn eru sko tiltölulega nýgengnir út úr þessu flokksumhverfi, þar sem að menn sko, þar sem að fyrsta boðorðið var að hætta predika, heldur bara að segja frá. Og síðan hafa menn tekið þetta svolítið sko mikið þannig að menn mistu kannski sjónar á einhverjum gildum sem þeir hefðu hugsanlega. Svo er náttúrulega merkilegt eins og segir með eigendavaldið að þarna voru náttúrulega röðuðu stórkapítalistin sér á fjölmiðlana og auðvitað vildu þeir hafa stjórn á umræðinu beint eða óbeint sem fóru fram í gegnum þeirra. En mér finnst nú líka sko mikilvægt að halda því til haga af því að það hefur verið sko svo vinsæl skýring og var strax eftir hrunið. Fjölmiðlarnir brugðust af því að þeir voru allir í sko eigu þessara manna. Nú svo þegar maður skoðar umfjöllunina að sko þá er hún bara mjög keimlík á öllum miðlum, líka á Ríkisútvarpinu. Og það er ekki hægt að sjá að miðlar 365 fjalli meira eða jákvæðar banka sem er í eigu Jóns Ásgeirs og félaga. Það er ekki hægt að sjá að Morgunblaðið fjalli meira eða jákvæðar Landsbankann. Þannig að sko þá spyr maður sig, sko hvernig eru þessi eigenda áhrif sko að lýsa sér? Í því sem er ekki sagt. Já, sko, en á hverju er þá ekki meira sagt á Ríkisútvarpinu sem er ekki í eigu þessara manna? Það sem að ég held að sko þessi eigenda áhrif það eru þetta til dæmi, við vitum það. En svona í stóru myndinni þá er það ekki þannig að þessir eigendur sé að diktadera hvernig þetta á að gerast. Eigenda áhrifin held ég eru svolítið mikið í því sem að Birkir var að segja áðan. Það eru eigendurnir sem ákveða að fjölmiðlar eru bara eins og hverjum pulsusjoppa. Þú ert bara að selja fréttir og þú þarf bara að gera það þannig að það sem flestir kaupi og þar er magnið meira atriði heldur en að leggja áherslu á gæðum. Birkir Östuð, við erum að klára þetta. Já, ég ætla nú bara að segja sko, það er kannski ekki vonað með fjallið svona að það séu mikið skil milli fjölmiðla og eigenda. Það var nú ekki svo mikil skil þegar upp í staðið á milli eigendana. Þetta virðist nú að hafa verið nánast meira og minna sami bankin og sama klíkan sko, sem var samofin eins og sést best á þessari mynd frægum. En það hefði maður átt að sjá sko Ríkisútvarpið skera sig úr sem það gerði ekki. Nei, það er ákveðin hjarðhegðun sem að þarna er og ákveðin hugmyndafræði einhver sem að ég held að þess að segja að það hljóta að vera einhver kerfislæg útskýring á þessu frekar heldur en að sé að finna einhver einstök atriði. Ég ætla reyndar að halda því fram að þetta hrun hafi verið góð skóli fyrir blaðamenn og það eru margir góðir harðir blaðamenn sem eru að draga rétta lærdóma af því. Takk fyrir Valgerður og Birgir, ég ætla að fá Njörgvin Njörvík sem finnir rétt á eftir.